fátt ræðir fólk meira en mat, enda þurfum við öll að matast til þess að lifa af og fátt gleður mann meira en virkilega góð máltíð. Næstu mínútur ætlum við að ræða alþýðumat bæði íslenskan og erlendan við matreiðslumeistarann Friðrik V, sem ekki bara flinkur að framreiða allskyns gómagælur, heldur einnig hafsjóra fróðleik sögu ólíkra rétta. En hvað einkenndi íslenska eldhúsið á síðustu öld? Og þá ég ekki að tala veitingahúsin, heldur venjuleg íslensk alþýðuheimili. Allan eins og ég sé þá held ég að það sem var svolítið sérstæða þá, sem við erum svolítið búin að tína í dag, það þessi spónamatur. Það þessi partur af máltíðin sem við þurftum að borða með skeið. Og þegar ég var krakki og foreldrar mínu, það var engin máltíð án þess að þú borðaðir súpa undan eða graut á eftir. Og í dag það eiginlega horfið, súpa orðin bara aðréttur í dag, svolítið. En hver var tilgangurinn með þessu? Ég held að það hafi verið eins og með allan alþýðumat allan heima, að þarna snerist þetta að búa til mikið úr litlu. Þetta var ódýrt hráefni en gaf magafylli, þannig að dýra hráefni, þú þurfti minna af því, þannig að ef þú borðaðir vel að súpu áður og fékkst kjöti, þá var þetta svona praktískara og enda matreiðsla hefur náttúrulega svona rauði þráðurinn í gegnum alls konar matreiðslu hugmyndir oft það að vera að spara án þess að það sjáist. Og við erum að tala alls konar grauta. Já. Nefndu dæmi. Það sem við þekkjum náttúrulega svona best kannski ávaxtagrauturinn, rúgbrauðsúpan, kakósúpan, kringlumjólkin, sakógrjónagrautur, hrísmjölsgrautur, kringlumjólk og skýrsúpa, hafragrauturinn. Og svo náttúrulega, þú veist, allar þessar súpur, kjötsúpur, fiskisúpur, lúðusúpur og allt það. En hvað ætlar að gera fyrir okkur núna? Mér langar að gera ávaxtagraut. Ég held að það sé eitthvað sem við ættum að gera oftar og frábær matur. Og ég með svona smá spariútgáfu, þið veitir hvernig þetta og við kokkar, þú veist, öll eldamennsku og veitingu sem kemur upprunalega af heimilum og svo verður hún eitthvað aðeins meira fancy. Og í þetta þurfum við bara alls konar þurrka ávaxta. Þetta alltaf síðan í byrjun 19. aldar, þá var farið að gera ávaxtagrauta og ávextir alltaf svo sem ekki þekktir þá feskir. Þannig að við erum með henni. Ég með þurrku epli sem að fást í öllum búðum og ég með þurrkar aprikósur sem nú alveg það sama, sveskjur og oft var nú bara svona á fátækraheimilum gerður bara sveskjugrautur sem ég veit ekki hvort að maður myndi fíla hann en maður myndi kannski láta vaða. Til þess að gera þetta aðeins meira spærið þá ég með fíkjur, ég veist það gráfíkjur, þær eru mjög góðar. Og rúsínur, það svona einhvern veginn gefið ákveðinn tón. Ég nota enga sykur í minn mjólkurgraut og amma mín gerði það ekki heldur. En á móti þá nota ég appelsínusafa annars vegar og eplasafa hins vegar. Og það gefur alveg nóga sætu með ávöxtunum. Og þetta svona sirka jafn hlutföll. Og til þess að klára svo upp í þetta þá ég með svona þriðja magnið bara venjulegu vatni. Ég ætla að vera með smá spariútgáfu, þannig að ég með svona krydd sem að amma kannski þekkti ekki. Það kanilstöng, smá stjörnuanís og svo ég með svona vanillustöng frá Madagaskar sem ég búinn að kljúfa í tvennt. Ég ætla að leyfa þess aðeins að sjóða í þessu hérna líka. Þá fáum við smá svona, ég veit ekki hvað við kalla það, svona exotískari útgáfu. Já, meðan það bullar á grautnum þá aðeins meira að íslenska matnum. Margir eru með þá hugmyndi í kollinum að slátur og til dæmis sviðakjammar séu sér íslenski réttir. Já. Það klárlega ekki rétt því að allsstaðar í Evrópu og víða reyndar heiminn fólk að nýta hausakjöt og innifli og sennilega nákvæmlega sömu ástæðum og við. Það má ekki henda neinu. Við erum ódýrari partar, það er bara lagt aðeins meira á sig að gera þá girnilega. Og ég veit eins og í Austur-Evrópu mjög mikið gert af svona mjög svipuðum hlutum og slátri og lifrarpylsu og hausakjöt, reyndar oft svín eða kálfar, notaði mjög víða í Evrópu. Hvað getum við þá kallað sér íslenskan mat? Hann til?
Já, en hann náttúrulega, það hægt að rökstyðja sko hvaðan hann kemur, eins og til dæmis ef við horfum á hangikjöt. Hangikjöt náttúrulega sér íslenskt því að það ekki margir að reykja kjöt við tað, enginn nema við, og að reykja lambakjöt og láta það hanga, það líka svolítið nýtt, svona með að við hvernig Evrópa búið að gera þetta, en það þurrka allir svínakjöt út allt og reykja við, þannig að sér íslenskt leið og það stólin hugmynd. Hákarl klárlega algjörlega íslenskur, sennilega eitthvað tilviljun því að það er engin íblöndunarefni, það bara hákarl sem er pressaður og látið þorna. Harðfiskur, en það er svona þurrkaður fiskur og kjöt út allt, skilurðu. Þannig að, já, skyr, klárlega íslenskt. Ef við ekki að klára ávaxtagrautinn og fara svo yfir í frægasta eiginlega alþýðumat veraldar? Jú, það hljómar vel. Þá er grauturinn búinn að sjóða nógu mikið og fyrsta málið svolítið að taka þetta krydd sem við bættum við. Við viljum ekki hafa það fyrir okkur. Það er gott að taka vanillustöngina og svona skafa aðeins fræin úr henni. Þetta er alveg pottitt eitthvað sem amma gerði ekki því að þetta er alveg rándýrt stöf. Og sjáum að ávextirnir eru búin að tútna helling út. Og til þess að þykja, það er náttúrulega gamla húsráðið, það er kartöflumjöl og kalt vatn. Kostirnir við það umfram maísinnamjöl er að þá fáum við, þá verður hann ekki svona hvítur á litin. Ef maður notar maísinnamjöl, þá verður hann svolítið hvítur á litin. Við viljum hafa hann aðeins glæran. Og svo er þetta bara að hræra þetta aðeins svona samanvið, ekki á mikið. Það er eiginlega bara að fá okkur í disk, sko. Og svo er reglan var sko á betri heimilum, það var rjómabland. En á velstæðum heimilum, það var bara hreinn rjómi. En svo voru alveg heimilið það sem var bara mjólk, sko. Og þetta er einhvern veginn svona fallegt, leið og þetta er sveitó. Við förum frá ávaxtagrautnum yfir í, ég myndi halda frægasta alþýðumat sögunar, pítsan. Já, ég held klárlega að sé hægt að segja það. Því að það er eitthvað sem Ítalir sko voru búin að borða svona heima pín í felum í næstu 100 ára áður en að þetta varð eitthvað svona gjaldgengur matur á veitingastöðum. Og það í raun og veru gerist svolítið þarna 1880, eitthvað það leyti, þá fara að opna pítsastaðar í Napoli. Og það er alltaf frægt með Margarítu pítsunum sem verður til 1889. Þegar pítsugerðarmaðurinn Esposito gerir pítsu til heiðurs Margaretu sem var þá hertoginn af Savoy og er að koma í heimsókn til Ítalíu og hann fær þessa hugmynd að búa til svolítið svona ítalska fánan í leiðinni, grænt basil og rauðir tómatar og hvítur mozzarella. Þannig að ég er að gera svolítið svona mína útgáfu af Margarítu. En heimildir pítsuna, þær eru miklu eldri, er það ekki? Jú, alveg aftur til bara 900 og eitthvað, sko. Þá eru menn að gera þarna á mið-Ítalíu eitthvað svona líkingu af pítsu sem er klárlega ekki með tómutum. Af því að þeir náttúrulega kom ekki til Ítalíu fyrir 1550, 1560 eitthvað tímann. En orðið pizza, það er þekkt í ítalskri sögu alveg frá svona, kringum 1000 og það er nú reyndar umdeilt hvað það er en menn vilja meina að það sé upprunalega frá Lombardia sem er á Norður Ítalíu sem er, mér finnst pínu fyndið að því að Norður Ítalíu voru nú ekki trefnar af pítsum og þar fóru nú ekki að sjást almennilegi pítsustæðir fyrir bara 1900 eitthvað sko og 1950 jafnvel, eftir þetta var orðið mjög stórt í Ameríku en pítsan verður svolítið trend í Ameríku og það er hann í kringum bara 1905 eitthvað svo leys. En það eru Bandaríkjamenn sem gera markaðsetja pítsuna, gera hana fræga. Algjörlega. En ég veit ekki með Esposito en ég ætla að setja pítsusósu fyrst. Þannig ég er bara svona þægilega botn og Ítalir eru voðalega lítið fyrir að nota kökukefli. Þannig að ég ætla bara að reyna að vera tryggur við það. Og ég er með pítsusósu sem er bara þægileg og
ekkert að setja of mikið en að því ég hvað sem að fara að setja tómata líka. Þannig að... En margarítan, sko, hún er sem sé eiginlega fyrsta svona alvöru Pítsan svona signature með nafni. Já, en það eru margir sem líta niður á margarítuna, bara því að það er svo lítið á henni. Já, eins og margir segja pizza með engu. Já, það er regin misskilningur, sko. Ég reyndar á eina mjög skemmtilega sögu margarítu sem er svolítið svona þjóðsaga. Það segir að það hefði ungur Ítali vilja bjóða kærustunni sinni mat og hann átti ekki neitt og hann hefði fengið þessa hugmynd að bara nota það sem var í ískápnum eða sem var til og hann átti smá brauðdeig, súrdeig, nokkra tómata, smá basil út í glugga og olíu og hann bara hendi þessu saman og gerði pítsu. Mér finnst það betri saga en með Esposito. Það er svona... Ég er hérna með sherry tómata sem voru klárlega ekki þeir tómata sem voru notaður uppalega en það er honum svo mikil bylting í flottum sherry tómatum á Íslandi að mér fannst hérna hafi hæfi og þeir eru bara svo bragðgóðir líka. Þannig að... Og það er svolítið með ítölsku pítsunar að þær eru ekki hlaðnar af áleggi. Og svo er ég með mozzarella, þetta er svona hérna buffalo mozzarella og það er mikið aðtrið að slíta hann. Ekki vera að skera hann, heldur slíta hann og dreifa honum hérna á. En hvernig er það þegar maður er á Ítalíu og fer inn á bara almennan veitingastað, getur maður pantað sér pítsu? Nei, það er alveg bannað, sko. Og sko, á Ítalíu er pizza ennþá svona smá, það er orðið niður á hana. Þannig að veitingastaður, restauranti, er ekki með pítsur. Það eru bara pizzaríur sem eru með pítsur. Þannig að ef þú ferð inn á veitingastað og spyr hvað sem er pítsu, þá ertu búin að móðga þjóninn, sko. Þegar hann segir, hei, við erum veitingastaður. Sem að kannski undirstrikar í leiðinni það að þetta var og er kannski enn að einhverju leyti svona alþýðu matur, þykir ekki mjög fín. Algjörlega, því að þú veist, og ég veit, sko, ég á mikið að vinna um Ítalíu sem að, sko, ef þú býður kærustunni á fyrsta date á pítsustað, þá ertu ekki að fara að skora neitt, sko. Þannig að, herru, svo þurfum við basil, þannig að, sko, ég einhvern veginn er á því, að maður þarf eiginlega að vera með bæði og það er bannað að skera basil, það er bara óleifilegt. Maður er alltaf bara að slíta laufin og svo slíta það aðeins niður. En ég vil fá smá basil hérna, en ég ætla líka að setja þegar við erum búin að elda, þá vil ég fá ferskt basil. Það er bara eitthvað svo yfir náttúrulega gott bragð og góð lykt af fersku basil. Þó það sé gott eldað. Og sjáu, þetta er nú ekki ein hlaðin, þetta er nú bara svona ein þægileg. Fallegir ítalskir fánalitir þarna. Já, og svona þetta og það bara öllu leyti mjög þægilegt. Ég ætla svo að vippa þess inn í ofnin. En áður en ég setja inn í ofnin, þá er með smá olíu. Bara svona smá yfir, þá verður hún svona ekstra crunchy. Og svo bara inn í ofn. Hörður, meðan pizzan er inn í ofninum, þá er annar réttur sem við langar aðeins að heyra af, það er polenta, en ólíkt pizzunni þá þykir, það var alþýðumatur hérna í gamla daga, en þykir búið að fínn í dag. Já, það er raun og veru bara svona maís, kaka, maísgrautur og hann er svona norður ítalskur og þar er hugmyndi basically svo að það er til ein steik og það eru 10-15 munnar. Og þá er eldaður stór maísgrautur á stóri pönnu og steikin inn í miðu. Og svo borða sig allir inn í hringinn. Og sem verður þá til þess að krakkarnir og þeir sem þurfa minni orku, þeir eru náttúrulega bara fullir á þannig að komast að steikinu. Og kallarnir sem vinna erfiðisvinnu og þurfa steikina, þeir fá steikina. Án þess að það sé vera móðga eitthvað, sko. Þannig að, og uppalega var nú ekki gert úr maís, þegar maís kemur náttúrulega seinna til Ítalíu, en í dag er búið að finna svo margar svona fancy útfærslur. Það er gerðar franskar úr pólentu eða kökur eða þetta er garnes með einhverju fallegu. Þannig að það er svona eitt dæmi um fallegan alþýðumat sem einhvern veginn uppklassaðist. En þessi matur, hann var sem sé settur í ganga að morgni og svo fór fólkið út að vinna. Og það er náttúrulega, sko, erlendis, hugsanlega svolítið hérna í Íslandi líka, eins og með kjötsúpuna og plokkfiskinn og allt þetta. Alþýðumatur var oft svona mallmatur, það voru allir að vinna. Þannig að það var eitthvað sett yfir suðu eða inn í ofn og svo fóru bara allir að vinna, unnu jafnvel heilan vinnudag. Og svo var bara komið og þetta borðað.
Samanber hani í víni í hérna Burgundi og Osso Bucco á Ítalíu og margt svona. Þannig að það var bara þetta til þess að matreiðslan tæki ekki tíma frá vinnandi fólki sko. En fólk vildi samt fá almennilegt að borða. Þannig að og þetta í tísku í dag. Nú í tísku að súvía og hægelda og allt það. Þannig að við komum svolítið í hring með þetta. Jæja. Pizza margarita. Þá klárum við þetta með smá basil hérna á toppinn. Það jafnast ekki á við lyktina og bragðið af fersku basil. Og svo nokkra dropa aftur ólíu. Gjörðu svo vel.